Og þá höldum við áfram með föstudagsþáttinn og til mín komin textíllistakonan Sveina Björk Jóhannesdóttir. Velkomin. Takk fyrir. Við ætlum að tala textíl en við ætlum líka að tala sköpun og slökun sem meðferðarúrræði. Þú greindist með vefjagigt. Já. Segðu okkur aðeins frá svona hvernig þetta byrjaði og hvað gerðist? Ég greindist með vefjagigt 2011. Já. Þá var mér reynda búið að gruna í tölverðan tíma hvað væri í gangi. Því að þú upplifðir einhver einkenni? Ég upplifði einkenni sem maður kannast við. Systir mín með vefjagigt, þannig að maður var búin að lesa svo mikið til hana. Já. En svo bara afnautunin í fullum sving, þannig að maður ætlaði ekki að láta það. Ekkert að mér? Ekkert að mér, sko. Þannig að meira sér eftir greiningu, þá bara hélt ég áfram á hnefanum. Og gerði það bara ótrúlega lengi, bara allt og lengi. Bara þangað til ég bara krassaði. Og vissu læknar af því, voru þeir eitthvað að reyna að stoppa þig eða hvað? Varstu bara óþekkur sjúklingur? Ég var bara svolítið óþekkur sjúklingur, sko. Og hvernig lýsir þá krassið sér? Það bara lýsir sér bara í hreinlega í örmögnum. Maður bara getur ekki meir. Maður hættur að geta sofið, maður alltaf með verki. Það alveg sem hvað maður gerir, það einhvern veginn, sko, maður næri ekki að slaka á systeminu. Þannig það er bara alltaf á yfirsnúning, sko. Og þangað til maður bara getur ekki meir. Og þá leggst maður bara í rúmið? Þá leggst maður í rúmið, já. Og liggur það lengi, eða hvernig stendur maður svo upp aftur? Nei, ég bara, þú veist, ég pröfaði mig svolítið áfram. Þú byrjaði að minnka við mig vinnuna og svo minnkaði ég meira við mig vinnuna. Hún náði aldrei þessum balans vinna og bara að vera til. Akkurat. Þannig að ég tók bara skrefið núna áramótin og fór bara í 100% leyfi og nú verði ég bara að reyna að vinna í þessu, bara svo maður geti bara fungerað í lífinu. Nákvæmlega. Og þér hefur reynst vel svona slökun eins og flot, eða ekki? Segðu okkur aðeins frá því. Maður leitar svolítið, sko, ég á rosalega erfitt með að slaka á. Já, ég hef tekið eftir því. Já, og búin að reyna margt. Ég hef búin að reyna að fara í svona hugleiðslu og slökun á jógadínum, þá bara af því að maður svo slæmur í skrokknum, þá svo erfitt að liggja svona, ég fann alls það til. En svo kynnist ég flotinu og setti mig í samband við hana Unni Valdísi sem hannaði flothetturnar. Sem bara einhver íslensk uppfinning. Flot hvergi til nema náttúrulega það kannski í einhverju útrás. Já, og kaupið mér flothettu. Og þá þetta bara þannig að það er flotholt í hettunni og svo setur þú hvað á hnén? Á hnén. Og hendur, nei? Nei, ekkert á hendur. Svo bara leggst maður út af í lauginni og flytur. Þyngdarlaus, finnur hvergi til? Nei, finnur hvergi til og þarna nema maður, sko, maður þarf að passa spennuna í líkamanum, sko. Og þarna fær hryggurinn hvíld sem fær aldrei annars hvíld. Og þetta að snar virka fyrir því? Þetta að ná mér aðeins niður. Og núna ég bara farin að sækja í alla svona slökun. Og eitthvað sem ég hefði ekki geta gert fyrir 2 árum síðan ég alveg farin að geta. Þannig ég trúi að þú svona framfarir hjá þér í að ná bata. Já, ég held að ég muni ná að allan að slaka á. Þannig að ég sé ekki stanslaust að fara fram á mér. Því það það sem ég alltaf að gera. Já, og maður kannski, þegar þú segir þetta, þá dettur mér í hug, sko, í staðinn fyrir að þú færi bara í flot, þá náttúrulega stóðstu fyrir námskeiðum í floti og stendur fyrir og heldur utanum og gerur og græjar. Maður þarf alltaf að breiða út boðskapinn til. Sem fallegt, en maður kannski þarf líka að passa sig. Ég veit það. En þessar stundir í flotinu niður í Sundlaug eru mér afskaplega dýrmætar. Vegna þess að ég kem, flýt gjarnan á undan, þannig ég búin að fljóta þegar ég tek á móti fólkinu sem að koma í flotið. Og þarna engin æsingur. Þarna held ég bara áfram að vera róleg og reyna að fá aðra til að slaka á. Þannig þetta ótrúlega góð stund þarna. Ef einhver skildi vera að horfa og bara vá þetta fyrir mig, einhver námskeið framundan? Þetta að bætast við í flot eitthvað staðar? Við með námskeið í gangi núna og svo seinni hlutin í október þá fyrir við að stað með nýtt námskeið. Og fólk sem vill komast? Við bara á Facebook, það bara Flót Akureyri. Við bara þar. Ok, glæsilegt. Þetta eitt sem þú ert búin að finna að virka fyrir þig. Já. Svo ertu svo mikill listamaður og svo mikið skapari. Já, ég var svolítið búin að svelta svolítið sköpunina hjá mér. Ég einhvern veginn hafði ekki tíma fyrir hana. Hafði ekki orku fyrir hana. Og núna frá áramótum eftir ég hef bara verið heima og reyna svona að finna hvernig ég get veitt minni sköpun útrás á þess að vera að reyna of mikið á mig. Ég byrjaði á því að prjóna. Já. Og fór það í axlirnar? Nei, ég sitt alltaf
með axlirnar upp við stól. Þannig að ég get alltaf setið og slakkað, ég get meira þess að prjónað útaleggjandi og slakkað. Og þá ertu náttúrulega búin að draga fleiri með þér í þetta með því að skapa hamingjustundir á Iceland Air Hotel, ekki satt? Það var að byrja bara síðasta laugardag. Síðasta laugardag. Segðu okkur aðeins frá því, þetta er svo spennandi. Mér bara langaði að fá fleira fólk með mér í að sjá hvað aðrir var að gera. Við erum svolítið mikið bara heima að prjóna eða sauma út. Skiptast á hugmyndum, uppskriftum og bara vera saman. Já, og þarna mættu 30 konur. Iceland er búin að dekka upp hlaðborð fyrir okkur og svo bara sátum við og prjónuðum og sumir voru að hekla, aðrir voru að sauma út. Hvað voruð lengi? Við vorum hérna í rúma 2 tíma. Það var bara dásamlegt. Og er þetta á hverjum laugardegi eða einu sinni í mánuði? Nei, mig langar að reyna að koma þessu á bara svona einu sinni í mánuði. Já. Og það er Facebook líka sem að hægt að fylgjast með þessu? Já. Hamingju? Hamingjustund. Hamingjustund. Já. Happy hour, getum við ekki... Happy hour, þetta er hamingjustundin á íslensku. Þetta er hamingjustundin, Svo ertu með þarna eitthvað í skjóðunni? Já, þegar ég byrjaði að prjóna og búin að vera að prjóna núna svolítið mikið og það er svo mikið fallegt gafn til og ég er náttúrulega búin að lita í svo mörg ár. Ég er búin að kenna litun í 15 ár pluss. Og þá garnlitun? Garnlitun og bara alls konar litun og ég hef meira verið í því að sko lita efni og þrykkja og sauma. Það er bara of erfitt fyrir mig. Já. En þetta tengist svo vel við það sem ég er að gera að ég sit og prjóna að fara að lita garn var einhvern veginn bara svona eðlilegt framhald. Og ég hef tekið rosa mikið ljósmyndum gegnum tíðina sem er alltaf svona minn útgangspunktur. Við ætlum að reyna að sýna nokkrar myndir með þessu viðtali. Hvað þetta kemur skemmtilega út. Fyrir myndin og svo garnið. Ég finnst það líka svolítið atriði. Ég veit að þú veist þegar ég er að lita, þetta er samt pínu sko slumpslamp. En ekki samt alveg hvað sem er. En ég veit samt alveg hvað ég er að gera. Ég var eitthvað að reyna að beða útskýra, ég vissi ekki alveg hvernig þú færir að þessu, en þá er þetta mjög einfalt. Þú setur bara vatn í pott, garnið honni og svo drissar við litunum. En þá ertu náttúrulega búin að velja litapalettuna. Þá er ég búin að velja litapalettuna, sko. En svo drissar þig og þá kemur þetta svona út. Alveg ótrúlega fallegt. Þetta er alveg magna. Og það er einhvern veginn, sko, það er ennþá skemmtilega að prjóna. Sitja að prjóna og sjá hvað gerist. Því að þarna ferði alveg auka svona. Já. Og þetta geti gert án þess að ég er ekkert að gera mikið af þessu. Nei, en ertu ekki samt með námskeið og býðir fólki að koma og lita? Jú, en það er reyndar, ég þarf svolítið að fara róa því kannski. Róa því, draga því. En það er svo gaman að kenna. Já, þú ert svo mikill kennari. Já, mér finnst svo erfitt að sleppa því að mér langaði að pröfa og hafa námskeið. Og það er alveg snarfullt og skemmtilegt? Jú. Og er með 3 námskeið á haustunni, 1 á Akureyri og 2 í Reykjavík. En svo held ég verði aðeins að róa þig kannski bara. Aðeins að róa mig. Ég finn að... Það var kannski ómikið bara, kannski 1 námskeið og eða eitthvað svona. Þarna er ég bara, eins og ég er búin að vera að gera undanfarin ár, þarna er ég að reyna að finna minn balans. Leita þessu jafnvægi. Leita þessu jafnvægi. Hvernig get ég fengið útrás fyrir sköpunina og þú veist, að skapa og gera og kennaran, vegna sem ég finnst alltaf, það er svo gaman að kenna. Mér sýnist þetta ganga ágætlega hjá þér, bara að finna einmitt magnið kannski, stilla það aðeins að. Já, ég þarf að gera það. En þetta bara, Og svo er ég aðeins forvitin í lokin að því að tíminn er að hlaupa frá okkur. Þú ætlar svo bara, ekki að færa þeim set áramótin? Jú, og það er kannski líka parturinn af því að kúpla sig aðeins út og ná meiri slökun. Við ætlum að flytja til Englands, fjölskyldan. Gerðum þetta fyrir 20 árum síðan. Komið tími til að endurtaka leikinn. Endurtaka leikinn með yngra barninu núna, dóttir okkar, og við ætlum að fara í hálft ár til Brighton. Og þar ætlum við bara að reyna að vera, að rækta okkur og bara njóta þess að vera til. Þetta er magna. Já. Aðrir gætu tekið þetta. Þetta er hægt, sko, ef maður bara vill hana á mikið og kemur hlutunum þá þannig fyrir að það sé. Já, maður þarf líka svolítið að stilla væntingarnar. Ég meina, áður fyrr fórum við í ár. Við getum það ekki núna og það er líka, þú veist, þannig að, en maður getur farið í smá tíma. Maður er ekki að missa neinu. Nákvæmlega. Takk kærlega fyrir komin í þáttinn, Sveina. Takk fyrir að hafa mig. Gangið vel með öll námskeiðin og að finna jafnvægi. Já, takk.